everything. Og svo undirbjó hann allt. And they went to a place where there are many furnaces there around Babylon. Og þeir fóru þar sem var mjög mikið ofna, svona eldsofna í Babylon. Because there they make all the bricks for the wall of Babylon and the houses of Babylon. Því að þar voru þeir að brenna múrsteina sem voru notaði til þess að byggja húsin í Babylon og múrin í Babylon. So this furnace was not made only for this worship time of the king. Þannig að þessi ofn, hann var ekki búinn til bara til þess að nota hann við þetta tækifæri. But all the leaders were there. Big and small, rich and poor. Þarna voru allir leiðtogarnir og þeir voru sumir ríkir og aðrir fátækir. And the king said to them, og kóngurinn sagði við þá, they are going to play the music. Og þeir ætla að spila tónlistina. And everybody here have to show that it's faithful, they are faithful to me. Og allir þurfa að segja að þeir séu trúfastir mér. And what do they need to do? Og hvað haldið þið hafi átt að gera? To show that they were faithful to the king. Til að sýna það að þeir voru trúfastir kónginum. Do you remember? Munið það? Yeah, bow down. Beygja sig fram fyrir. That's great. So the people start to play the music. Þannig að tónlistin byrjaði. And everybody just bowed down before the king. Og allir beygðu sig fram fyrir kónginum. But when they were like this, þeir voru svona beygðir fram. They look around. Og svo litu þeir í kringu sig. And what did they see? Og hvað sáu þeir? There were 3 men that didn't bow down. Þarna voru 3 menn sem beygðu sig ekki niður. And he said, hey, bow down. Hey, sögðu við hann, beygið ykkur niður. No, we are not going to bow down to the king. Og þeir sögðu, nei, við ætlum ekki að beygja ykkur frammi fyrir konunginum. We worship the Lord in heaven. Við tilbiðjum Guð á himnum. He is not God. Þessi maður, hann ekki Guð. We are not bound down to him. Við ætlum ekki að beygja ykkur fram fyrir hann. And the king somebody came there. Oh, king, there are 3 Jews here that didn't bow down to you. Og svo kom fólk til kongs og sagði, heyrðu, það eru 3 gyðingar hér sem vilja ekki beygja sig fram fyrir þér. And the king was furious. Og kongurinn var reiður. I'm going to kill them. Og hann segi, ég ætla að drepa þá. Call them here. Kallið á þá. If you don't bow down to me, I'm going to throw in the furnace. Ef þið beygið ykkur ekki fyrir mér, þá ætla ég að henda ykkur í eldsofnin. And the king said, make it more hot, more hot. Og kongurinn sagði, vil ég hita ofnin upp ennþá meira? And he asked the people to play the music again. Og svo bað hann fólkið að spila aftur tónlistina. And he was waiting for them to bow down. Og hann beið eftir þeim að þeir myndu beygja sig fram fyrir honum. Everyone bowed down. Allir beygðu sig fram. But when they looked to Shadrach, Meshach, and Abednego, how were they? Þegar þeir litu til Shadrach, Meshach og Abednego, hvernig voru þeir? We don't bow down. Þeir stóðu bara svona og þeir sögðu, við ætlum ekki að beygja ykkur. The king just asked the policemen, the soldiers, throw these 3 in the furnace. Og hann sagði þá kongurinn við varmennina og hermennina, takið þessa menn og hendið þeim inn í eldin. They took the 3 of them. Hann tók 3, þeir voru teknir þessi 3. And throw inside the furnace. Og þeim var hent inn í eldsofnin. And the furnace was so hot. Hann var svo heitur ofnin. That the people that throw them died. Að þeir sem að hentu þeim inn í eldsofnin, þeir dóu. The soldiers, they all died when they throw these 3. Allir hermennir dóu þegar þeir hentu þeim hann inn. But what happened with them inside the furnace? En hvað gerðist fyrir þessa 3 sem voru í ofninum? Þeir they dóu walk inside. They are so nice here. Og þeir bara gengu inn í ofninum og svo þetta bara allt í lagi. And somebody was walking with them. Who was that? Það var eitthvað sem gekk með þeim inn í ofninum. Hver var það? Guð. Jesus was walking with them. Jesús gekk þarna með þeim. If you are faithful to God, ef þú trúfast eða trúfastur Guði, He's going to walk with you. Þá mun Jesús ganga með þér. Always. Alltaf. Don't bow down for men.
Ekki beygja ykkur fram fyrir mönnum. We have only one God, Við eigum bara einn Guð and He's the one that created you, og hann sá sem skapaði ykkur. and He's the one that loves you, Hann sá sem elskar ykkur. and He's the one that is going to protect you inside the furnace if it's needful. Og það hann sem mun vernda ykkur inn í eldsofni ef það þörf fyrir það. God bless you. Guð blessi ykkur. We're going to take. Þá ætlum við að taka upp gjafir. Það renna til safnaðarsjóðs og karfan mun ganga og þið getið líka lagt inn á hérna bankareikningur inn á kennitalan hér. Þakka þér fyrir þessa gjafir og að við getum gefið til þíns málefnis. Ég bið að þú blessir þessar gjafir og margfaldir og þú blessir þennan söfnuð. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Þá gefum við Ósi orðið. Good morning. Góðan daginn. I was correcting this morning what I did it, and then I realized that I corrected wrong. Ég var að leiðrétta og svo So- sá ég að ég var að leiðrétta á vitlausan hátt. When you see the slides here, don't worry about the mistake. Og ekki hafa áhyggjur af mistökunum þegar þið horfið á glærurnar. I was just trying to make it right, but I think I was so tired. Ég var að reyna að leiðrétta þetta en ég var svo þreyttur. Okay, let's see the slides. Við skulum skoða aðeins glærurnar. Okay. The mistake did not appear there because it was behind the picture. Okay, that's great. But it's come, you're going to see later. And the question is, what is baptism? Spurningin hvað skírn? And how important it is. Og hversu mikilvæg skírnin? And the phrase that I put down here is like this. If you say that born twice, then you will die only once. Ef að þú fæðist tvisvar, þá máttu bara deyja einu sinni. But if you born once, you are going to die twice. En ef að maður fæðist einu sinni, þá deyr maður tvisvar sinnum. And the verse on the Bible is talking about the baptism. Og hérna verið að tala skírn. Because it says here, it is so a natural body. When we are baptized, we baptize a natural body. Og við can you repeat that again? Natural body is there. It is so a natural body. Já. Þegar að fræinu hins náttúrulega líkama sáð. And then when it's raised from the water, it is a spiritual Og body. þegar hann kemur upp úr vatninu þá það líkamlegur, andlegur líkamæn. Getur ykkur rétt með Biblíu? And we are going to see here Já, við munum sjá hérna
In Matthew's, baptism is important because it was ordained by Jesus. Í Matteusar Guðspjalli þá skírnin mjög mikilvæg vegna þess að þetta var fyrirskipað af Jesú. It was an order. Jesus said, you go and baptize. Þetta var fyrirskipun frá Jesú. Hann sagði farið og skírið. He says here, go therefore and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. If we observe carefully what happened with Jesus when he started his ministry, Ef við könnum vel það sem að Jesús gerði þegar hann hóf sína þjónustu fyrir okkur, and when he ended his ministry, og þegar hann lauk þessari þjónustu, he started his ministry getting baptized. hann byrjaði á því að láta skýrast. And he finished his ministry saying, go and baptize. Og hann lauk sinni þjónustu með því að segja farið og skýrið. That's very clear in the Bible. Þetta mjög skýrt í Biblíunni. So Jesus said this, the important is that I start my ministry getting baptized, and in the end he said, go and baptize everybody. Og það mikilvægt að ef Jesús segir farið og skýrið alla þjóðir. And when he called his disciples, Og þegar hann kallaði saman lærisveinana, he said to them, þá sagði hann, I'm going to make you disciples ég ætla að gera yður að lærisveinum of all nations, fyrir allar þjóðir. and I'm going to make you fishers of men. Og ég ætla að láta ykkur vera menn sem veiða menn. And then after, in the end, he said, now you are disciple, go and fish men. Og svo segir hann, nú eru þið lærisveinar, farið og veiði menn. And he said, then when you fish them, baptize them. Og þegar þið eru búin að veiða þá, skýrið þá. That's the why Jesus, we baptize because Jesus ordained it. Og við skýrum vegna þess að Jesús, hann boðaði það. And what is baptism and how it's important? Because it's a union with Christ. Af hverju skýrnin svona mikilvæg? Það vegna þess að þá saminumst við Kristi. The verse that was read, Sigrun read this morning, Versið sem Sigrún las í morgun, it is here. það hérna. Say, do you know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried, therefore, with him by baptism into death. And in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. En vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesú erum skýrðir til dauða hans. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. So baptism is like say, I'm being united with Jesus Christ now through the baptism. Ég að saminast Jesú Kristi núna með skýrninni. And I'm united in his death. Og ég að saminast í hans dauða. I'm united in his burial. Og í hans greftrun. And resurrection. Og í hans upprissu. That was the meaning of baptism. Þetta ástæða skýrnarinnar. But baptism itself, if you just go into the water, and that's not so important because baptism is just a symbol of what happened in your life. Þannig að það að fara bara ofan í vatnið ekki það mikilvægt heldur það svona tákn þess hvað hefur gerst í lífi þínu. When you are baptized, you show what happened in your life. Þegar þú ert skýrður þá ert að sýna hvað hefur gerst í þínu lífi. You show your faith. Þú ert að sýna trú þína. The baptism is something that you are telling everybody, Jesus is my Savior. Skýrnin þannig að þegar við skýrumst þá erum við að segja að Jesús, hann minn frelsari. Like if people knows you and they know how bad you were in the life, in the past, a liar, a thief, or
whatever, Ef að fólk þekkir ykkur frá fortíðinu og þið voru kannski lígarar eða þjófar eða hvað sem and they look at you and say, oh, you are so different today. og svo lítur fólk á þau og segir mikið hefur þú breyst. What happened in your life? Hvað gerðist í lífi þínu? And you say, oh, I accept Jesus as my Savior. Og þá segir þessi einstaklingur, já, ég tók við Jesú inn í mitt hjarta. And so always happen like this. You have to accept Jesus, and you accept Jesus, and then after you are going to get baptized, not otherwise. Þannig að fyrst þarf maður að taka við Jesú, svo skýrist maður, ekki öfugt. The story of the Irishman I'm putting here, and maybe you know it. Sagan írska mannin sem ég að vitna í hér, kannski viti þessa sögu. He was a drunk man. Hann var drykkjumaður. He was just walking, nearly falling down through the forest. Hann var að gangi gegnum skóginn og var að detta. I don't know how to do because I never drank. Ég kann þetta ekki, en að því ég hef aldrei verið drukkin. But he was just walking, and then he came to, there was a multitude of people by the river. Og svo kom hann að á og sá mannmergð. And he was so curious, Hann var svo forvitinn and he came close and saw that the priest was there in the river baptizing people. og hann sá prest vera onni í ánni vera að skýra fólk. And he just went into the water. Og hann fór onni í vatnið, He was so drunk. hann var svo drukkinn And he came near the priest. og hann kom til prestsins. And the priest looked at him, and that was big smell of alcohol. The priest, Og prestinu brá og það var svo mikil áfengislegt á honum. But then the priest asked him, Og þá spurði presturinn, are you ready to find Jesus? ertu tilbúin til að finna Jesú? And the drunk man said, yes, I want to find Jesus. Og hann sagði, já, ég vil finna Jesú. Then the priest lifted the hand and baptized him. Og þá lyfti presturinn upp hendinni og skýrði hann. And after lifting him from the water, the priest asked him, Og eftir að hann kom upp úr vatninu spurði presturinn hann, brother, bróðir, have you found Jesus? ertu búin að finna Jesú? He said, no, I Ja. didn't find Jesus. Hann sagði, nei, ég ekki búin að finna hann. Oh, the priest was disappointed. Og presturinn hann hafði orðið fyrir miklu vonbrigðum. Then the priest said, okay, I'm going to baptize you again. Og þá sagði presturinn, já, ég ætla þá að skýra þig aftur. So he take the drunk man and just put him in the water again and hold a little bit longer. Og þá tók hann hinn drukkna mann og sett hann ofan í vatnið, en hélt hann aðeins lengur ofan í vatninu. And then he lift up. Og lyfti hann upp á vatninu The priest asked him again, og presturinn spurði hann aftur, have you found Jesus? hefurðu fundið Jesú? And he looked to the priest and said, no, I haven't found Jesus. Og þá horfði hann að presturinn og sagði, nei, ég hef ekki fundið Jesú. The priest was confused and said, okay, I'm going to baptize you again. Og þá var presturinn dálítið ringlaður og sagði, já, allt í lagi, ég ætla að skýra þig aftur. So the priest just baptized him for the third time. Og presturinn dýfði honum ofan í vatnið í þriðja skipti And this time he held him around 30 seconds inside the water. og þá hélt hann hann við 30 sekundur ofan í vatninu. And he started to move the legs and the arms, and then the priest lifted him again. Og hann byrjaði að sprikla og veifa örmunum og þá leiði presturinn að fara aftur upp á vatninu. And this time the priest said, for the love of God, have you found Jesus? Fyrir kærleika Krists, maður minn, sagði presturinn, hefur þú fundið Krist? And then he just dried the eye, Hann þurrkaði vatn úr augunum, breathed deeply, byrjaði að anda djúpt and asked the priest, og spurði prestinn, are you sure this is where he fell in? ertu vissum að hann datt hérna ofan í? People, it's funny, but they say that it happened. I don't know. En það sagt að þetta sé sönn saga. Because we have to baptize people that accepted Jesus. They have found Jesus already, not people that didn't accept Jesus before. Við þurfum að skýra fólk sem að hefur nú þegar tekið við Jesú Kristi í sitt hjarta. And
baptism is we have to immerse people in the water. Og skírn þannig að hún niðurdýfing ofan í vatn. Because the word baptism means, the word means deep immerse someone in the water. Orðið þýðir það að dýfa einhverjum djúpt ofan í vatn. And that's what the Bible says, because it's a symbol. You died for the world, Þetta tákn það að við deyjum heiminum, then you are buried with Jesus, við erum greftruð í Jesú and then you raised with Jesus. og svo erum að reistur upp með Jesú. That is the symbol of the baptism. Þetta tákn skírnarinnar. Any other kind of baptism, it doesn't symbolize what the word means. Og ef það einhver annars konar skírn, þá það ekki það sem að orðið þýðir. And also, baptism is important. And why is baptism? Og af hverju skírn svona mikilvæg? And Jesus said why. Og Jesús sagði af He hverju. said, see, when you baptize somebody, Þegar þú skýrir einhvern, you have to baptize in the name of the Father, þá þarftu að skýra hann í nafni föðurins, in the name of the Son, sonarins and in the name of the Holy Spirit. og heilags anda. Why? Af hverju? This means that not just any immersion is baptism. Þetta þýðir að það ekki hvaða niðurdýfing sem skýrt. There is a whole appeal to God the Father and God the Son and God the Holy Spirit when you are baptizing somebody. Þetta ákall til föðurins, sonarins og heilags anda þegar við erum skýrð. And they have to be present. They have to be there when we are baptizing people. Og þeir þurfa að vera þar þegar verið að skýra fólk. And there is no salvation without the Father, the Son, and the Holy Spirit. Og það engin frelsun án föðurins, sonarins og heilags anda. When we call on their name, we depend upon them and honor them and say that this act is because of them, by them, and for them. Þannig að þegar við köllum á þá erum við að viðurkenna að þetta þeirra verk. And also baptism is important because it's an expression of our faith. Og skírn líka mikilvæg vegna þess að hún vitnisburður trú okkar. If you accept Jesus, Ef við tökum við Jesú Kristi, you have to show people þá verðum við að sýna það. that you have faith, that what Jesus did for you in the cross of Calvary. Að við höfum trú á það sem Jesús gerði fyrir okkar á Golgata, á krossinum. And the Bible says, uniting baptism and faith, says that bear with him in baptism, wherein also we are risen with him through the faith of the operation of God, who had raised him from the dead. Þegar þér voru greftraðir með Kristi í skírninni. Í skírninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs, vakti hann upp frá dauðum. So baptism is an expression of your faith in the Lord. Þannig að skírn í rauninni vitnisburður það, eða játning það að við trúum á Jesú. And another point is that baptism is important because we are accepting the grace of the Lord. Og af hverju skírn mikilvæg, það vegna þess að við erum að taka við náðinni. In Ephesians 2:8 says, for by grace are we saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Og í Efesus 2:8 stendur, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf. So grace is an act of God, and faith is a response of a man. Náðin, það verknaður Guðs, og trúin svar mannsins. So grace alone, faith alone. Þannig að aðeins af náð og aðeins af trú. Grace alone means that God loves, forgives, and saves us not because of who we are. Náðin þýðir, einungis náð þýðir að ást, kærleikur Guðs, hann fyrirgefur okkur og frelsar okkur, ekki vegna þess hver við erum. And it's like this, we know that there are good people inside this congregation here. Við vitum að það gott fólk hér inni, mitt á meðal okkar. And some people say, no, but there are some people that are not nice inside this congregation. Og svo getur kannski ykkur sagt, já, hérna einhver inni sem ekki svo góðir. Then if you say, okay,
the nice people is going to be saved, and then people that are not nice is going to be lost. Og svo getur maður sagt, já, þessir sem eru bara mjög fínir, þeir munu frelsast og hinni sem eru ekkert svo fínir, þeir munu ekki frelsast. You are saying that people are saved because they are good people. Og þá segjum við að fólk sé að fara að frelsast af því það er svo gott. But the Bible says that here we are saved not because we are good, but because Jesus died for us. En hér í Biblíunni segir að við erum ekki að fara að frelsast vegna þess að við vorum svo góð, heldur vegna þess að Kristur dó fyrir okkur. Salvation is the work of Christ. Já, frelsunin er verk Krists. Our salvation is in the hand of God. Þetta er í hendi Guðs, okkar frelsun. But how can we receive this grace and this salvation? Hvernig getum við tekið við þessari frelsun og þessari náð? By faith. Með trú. We have to believe. Maður þarf bara að trúa því. If you don't believe in what God did for us, we are not going to be saved. Ef við trúum ekki því að það sem hann gerði fyrir okkur, þá munum við ekki frelsast. It's like the two wings of the bird. Þetta er eins og báði vængir fuglsins. One wing, you can say it's the grace of God. Einn vængurinn er náð Guðs, er þetta að segja. The other wing, you can say, is the faith of man. Og hinn vængurinn er trú mannsins. But you have to understand also that the faith of the man is God that give him. En við viljum líka muna eftir því að trúin sem maðurinn hefur er líka Guðs gjöf. But if the man doesn't have the two wings, he And cannot now- fly to heaven. En ef að maðurinn hefur ekki báða vængi, getur hann ekki flogið upp til himins. He needs the grace of God, Hann þarf and he náðina. needs the faith to believe in God. Og hann þarf trúina til þess að trúa Guð. So the only way that you can go to heaven is having the two wings, so to fly to heaven. Og til þess að komast í himnaríki þarftu þessa báða vængi til að komast í himnaríki. Grace and faith. Náð og trú. And today Elias is showing his faith. Og í dag er Elías að sína trú sína. He accepted Jesus as his Savior. Hann hefur tekið við Jésu Kristi sem sínum frelsara. And now he is showing to everybody here Og nú er hann í dag að sína öllum hér that he believed in the sacrifice of Jesus for him in the cross of Calvary. að hann trúir á fórn Jésu Krists á krossinum á Golgata. He has faith. Hann hefur trú. The two wings is working. Þannig að báði vængirnir hans er að virka. Grace and Náðin faith. og trúin. God bless you. Megi Guð blessa ykkur. So now Elias, Elías, gjörðu svo vel. we are going to have the baptism vote. Við erum að fara að hafa skírnar heitin. We're going, Já, skírnar kosningu. we're going to translate for him. You're going to translate for him. Ok, ég ætla að þýða fyrir hann. I'm going to Ætla þú að þýða? Nei, hann talar ensku, ég tala spænsku og þú íslensku. Á ég að fara með heitin? Já, það er bara áður að við getum það. Já, því ég þarf, þú veist með það. Það er að finna ándur, þú mátt standa á milli okkar. Ég þarf að vera hérna í dag, það er gaman að sjá okkur öll hér í dag. Þetta er alltaf gleði viðburður þegar að það er skírn. Já, ég var ekki alveg viss hvort það ætlar því að fyrir hann allan. En mér langar til þess að áskætt því að þeir sem eru skráðir meðlimir hér í Hafnarfjörðarsöfnuði og eru þess samþykkir að kjósa Elías inn í söfnuðin okkar, að biðja ykkur að rétta upp hægri hendi. Það eru þakkir. Þá ætlum við að fara í gegnum skírnarheitin og vegna tungumála þá mun Vigdís lesa þau á spænsku en ég vona að þessi er lagi fyrir þá sem eru enskumælandi.
Nei, ég var... Já, veitir þú viðtöku Jesú Kristi sem persónulegum frelsara og drottni þínum og óskar þú að lifa í frelsandi tengslum við hann. ¿Acepta usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desea vivir en una relación salvadora con Él? Viðurkennir þú kenningar Biblíunnar eins og þær eru setta fram í grundvallakenningum sjöundags aðventista og heitir þú því fyrir náð Guðs að lifa í samræmi við þær kenningar? ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia tal como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día? ¿Y promete por la gracia de Dios vivir en armonía con dichas enseñanzas? Æskir þú að taka skírn og sýna þannig opinberlega að þú trúir á Jesú Krist og óskar þú að sameina samfélagi safnaða sjöundags aðventista og styðja það í ætlunarverki sínu sem trúr ráðsmaður með áhrifum þínum, tíund og gjöfum og þjónustu. ¿Desea usted ser bautizado como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del séptimo día y sostener la Iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de su influencia personal, sus diezmos y ofrendas y una vida de servicio? Amén. Við skulum lúta í bæn. Vamos a orar. Ef þeir sem treyst ykkur til með grúpa með okkur til bænar. Los que pueden hincar, vamos a hincar. ¿Usted puede hincar? ¿Está bien? Kæri himneski Faðir, Querido Señor, við komum fram fyrir þig que estás en el cielo, estamos aquí adelante de ti, í fögnuði estamos felices yfir kærum bróðir sem að skýrast hér í dag. por nuestro querido hermano que se va a bautizar el día de hoy. Hann hefur þekkt þig Te conoce og hann elskar þig y te ama og hann vill frammi fyrir okkur öllum y quiere ante nosotros todos vitna kærleika sinn til þín mostrar y ser un testigo de tu amor por nosotros, sem kemur til vegna kærleikan sem þú hefur sýnt okkur. Que es por el amor que tú nos has mostrado. Kæri himneski Faðir, ég fel hann í þínar hendur. Yo, querido Señor, pido que tú estés con él, Ég bið þig að þú megir blessa hann que lo bendigas og vera ávallt með honum. y que estés siempre con él. Hjálpaðu okkur að vera blessun fyrir hann og honum að vera blessun fyrir okkur. Ayúdanos a ser una bendición para él y él para nosotros. Blessaðu þetta samfélag Te pido que bendigas esta iglesia og blessaðu alla þá sem eru hér til að samfagna y a todos los que están aquí, que estamos felices junto con él. og þá sem ekki komust. Y bendice a todos los que no han podido venir. Kæri Faðir, ég bið þig líka að vera með þeim Te pido, querido Padre, que estés con los sem eru að hugsa að gefa líf sitt þér. que están pensando en darte su vida. Í dag fegins dagur. Hoy es un día feliz. Það ekki til að fresta því að gefa líf sitt Kristi. Y no hay nada que debe detenernos de darte a ti nuestra vida. Og megi fordæmi Elíasar gefa okkur öllum gott fordæmi að gefa þér líf sitt á hverjum degi. Y te pedimos que el ejemplo de Elías puede ser el ejemplo de nosotros cada día. Já, sé einhverju sem að íhuga að taka skýrt, kæri Faðir, þá bið ég þig að hvetja þau áfram og taka skrefið að gefa líf sitt þér. Y si hay alguien aquí adentro que quiere dar el paso y darte su vida, que lo haga en el nombre tuyo. Við biðjum þess í Jesú nafni. Pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Es un privilegio para nosotros el día de hoy to receive Elias here. para recibir a Elías aquí. And we've been talking together, Hemos estado platicando and I know that he loves the Lord and understands a lot of his word. Sé que él ama al Señor y conoce muy bien su palabra. And when he decided to get baptized, Y cuando él decidió ser bautizado, I asked Vigdis to talk to him about it. le había pedido a Linda hablar con él sobre eso. She was willing to do that, and now we are going to have this feast, a spiritual feast. Y lo hizo y ahora vamos a tener una fiesta espiritual. And I know that Jesus is first in his life because he accepted him as his Savior. Yo sé que Jesús es lo primordial en su vida porque él ha aceptado a él como su Salvador. Brother Elias, Hermano Elías, as your profession of faith, como has dicho, as you accept Jesus as your Savior, como has aceptado a Jesús como tu Salvador, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Is anybody here that is thinking one day to get baptized? Si hay alguien aquí que está pensando algún día á íslensku ef það einhver hér í dag sem að vill taka þá ákvörðun að skírast And wants to follow the example of Elias. og vill feta í fótspor Elíasar. I'm not going to baptize you today, Ég mun ekki vera skírð í dag, but I want to pray for you. en ég ætla að biðja fyrir ykkur. Is anybody here that wants to receive a prayer Einhver sem vill þiggja bæn and is thinking one day to have the same experience og as Jesus had in the Jordan? að velta fyrir sér að öðlast sömu reynslu og Jesús átti í Jórdan á. And the order that he gave to his disciples, go and baptize everybody. Og að fylgja þessum fyrirmælum sem að Jesús gaf að við eigum að fara og skíra alla. Is anybody here wants to receive a prayer Einhver sem vill þiggja bæn that are not baptized yet? sem ekki ennþá búin að taka skírn, Don't be shy. ekki vera feiminn. We're just going to pray for you. Við ætlum bara að biðja fyrir ykkur. Please, amen. 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 Guð blessi þig. Elise is going to play, Elís ætlar að spila and I hope the Holy Spirit touches the heart of somebody else. og vonandi snertir Jesús við fleiri hjörtum. Amen.
Við skulum standa á fætur og biðja. Oh, dear Lord, Kæri Drottinn, we are so happy today við erum svo glöð í dag because we are sure that you are here with us. því að við vitum að þú ert hér mitt og meðal okkar í dag. We have this beautiful spiritual feast today. Við erum með fallega andlega veislu í dag. We are so glad about the decision of Elias. Við erum svo glöð yfir ákvörðun Elíasar. We are so glad that we are receiving him as our family today. Og við erum svo glöð að taka við honum inn í fjölskyldinu okkar í dag. And now I'm so happy about Gabriele and Francisco. Já, ég er svo glaður yfir Gabrielis og Francisco. So happy that they came here because they are thinking in following Jesus as their Savior and also thinking about getting baptized. Ég er glaður að sjá þau hér því að þau eru að velta fyrir sér að feta í fótspor Jesú Krists og hugleiða það að skýrast. I ask you to bless them. Ég bið þig að blessa þau á sérstakana. I ask you to guide them. Vilt þú leiða þau? I ask you to pour your Holy Spirit upon their hearts. Vilt þú fylla þau á þínum heilaga anda? To show them the right way. Viltu sýna þeim réttu leiðina? And one day when you are coming back to take us home, Og þegar þú kemur tilbaka og tekur okkur heim, we can with them go with you and live forever with you. og þá getum við farið öll saman og verið með þér. We pray in Jesus' name. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, lofsi Guði fyrir þetta. Við ætlum þá að hafa söngstund af meðan þeir hafa sér til og ætlum að syngja sálmi nr. 331. Allt til Jesús, glaður gefi. Amen.
Næst ætlum við að syngja sálm númer 384, Gefðu gætur að Jesú. Næst skulum við syngja sálminn 3a, Verð þú mér hugsýn. Verð
Og næst ætlum við að syngja sálm nummer 210, Þú himindjúpa helga náð. Já, því næst skulum við syngja sálmur 355, Takk þú allt sem í mér er. Takk
Elias. It is time to receive him in our congregation. Nú er komið tími til að taka við þessum manni inn í söfnuðin okkar. It is for us a moment of joy and gladness. Þetta er mikil gleði fyrir okkur. And I didn't hear much about him, but I know that he's a missionary man. Ég hef ekki heyrt mikið hann, en hann er mikill trúboði. And God wants people that are willing to work for him, and I know that Elias is going to work for him. Guð, hann vill fá fólk sem að vinna fyrir hann og ég veit að Elias er eitt slíkur. And we is going to now to receive him. People are some gift for him. Við ætlum að gefa hann gjafi núna. Elias, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Y la hermana, que también lo deja. Y la hermana Griselda también. ¿No pudo venir? Já, Þóra hún gæti komist. Ya. A ver, yo traduzco si quieres. He's going to give us a witness, and let's hear. Já, hann ætlar sem sagt að vera með vitnisburð. Primeramente, doy gracias a Dios Fyrst og fremst þá vil ég þakka Guði y a cada uno de ustedes que me apoyaron, que me recibieron, og ykkur öllu sem að me hafa dieron su apoyo. stutt við mig og tekið við mér. Lo quiero decir en esta tarde Það sem ég mig langar að segja akkurat núna, que yo hace 35 años me fui bautizado en esa iglesia. að þá var ég skírður fyrir 35 árum síðan í þessa kirkju. Y prácticamente el tema que me llevó a los pies de Jesús fue el hijo pródigo. Og það sem að leiddi mig til Jesú, það var sagan týnda soninn. Y hoy me siento igual, Og svona líður mér í dag. porque hace 13 años me alejé de esa iglesia Vegna þess að fyrir 13 árum þá fjarlæðist ég kirkjuna y viví de una fuente que no era la verdad. og drakk af brunni sem var ekki sannur brunnur. Pero hoy día En í dag, reconozco delante de la iglesia, og ég viðurkenni frammi fyrir kirkjunni delante de Dios, og frammi fyrir Guði, que estoy bautizándome para salvación, að það er verið að skýra mig til frelsunar. porque esa es la iglesia verdadera Því að þetta er hinn sanna kirkja. y no hay otra. Það er engin önnur. Así que a todos les invito, a los amigos, a los paisanos que me están visitando, a esa iglesia, Og allir sem koma hér og eru jafnvel landar mínir og koma hér í kirkju og í heimsókn, que sepan que esa iglesia no es una iglesia más, að ekki halda að þetta sé bara enn önnur kirkjan. es la única en el mundo Þetta er, que tiene un mensaje verdadero. þetta er eina kirkjan í heiminum sem er með sannan boðskap. Apocalipsis 12:17, Ef við förum í Åpenbararbókina 12, la 17, iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. og þetta er kirkjan sem er með boður Guðs og trú Jesú. Pido la oración por todos ustedes y por este servidor, Og ég bið fyrir ykkur öllum para que el Señor nos pueda ayudar a seguir con Él hasta que Él venga. að Jesús, hann hjálpi okkur að vera með honum þangað til hann kemur tilbaka aftur. Gracias. Amen. Todos que quieren decir Og öll þið hérna sem vilja koma og heilsa upp á Elias og fagna með Spanish, honum, todos que quieren decir bienvenido.
Todos que quieren venir a Everybody that wants to say felicidades. welcome to him, Yeah, please. allir sem vilja segja velkomin, gjörðu svo vel. Nú tækifærið. After you just can invite people for the Sabbath school. Já. Áður en að við skiptum í deildir og áður en við höfum tilkynningar ætlum við að syngja lokasálminn. Það er 362, Dýrmæta vissa. Amen.
Já, þá eru tilkynningar. Ég ætla bara að nefna að við ætlum að borða saman eftir Hvíldardagsskólann og þegar við skiptum í deildir þá er náttúrulega ensku deild og það er deild á spænsku, íslensku og við ætlum að vera þangað til korter yfir. Það lesa blessunarorðin, biðja ykkur að halda áfram og vera á fótum, standa áfram. Blessunarorðin koma frá Júdasarbréfi, 24. vers og 25. vers. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýr sína, lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottinn vorn, sé dýrið, hátign og máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen.